Komiði sæl, ég heiti Ægir Hreinn Bjarnason og með mér Oddur Jarl Haraldsson. Blessaður Ægir Hreinn Bjarnason. Blessaður. Við fengum Stefán Atla sem markaðsfulltrúi hjá 1819 torginu og Frans Gunnarsson sem sviðstjóri hjá 1819 torginu í heimsókn til okkar. Tónlistarmaðurinn. Já, tónlistarmenninir. Já, þetta. Og þeir voru að segja okkur eins frá nýja appinu sinu 1819 torgið. Förum aðeins yfir það í podcastinu og svo förum aðeins inn í krypto og metaverse og NFTs. Tölum aðeins það. Fórum aðeins off topic að það. Smá off topic, en 1819 appi eitthvað sem að megna Íslendingum held ég að fara að nota. Já, það verður mjög spennandi að sjá hvernig það þróast. En þessi þáttur í boði Key of Marketing. Hlaðvarpið föngum viðskiptavinni saman, en við hjá Key of Marketing sérum okkur í stafrænni markaðssetningu og grafískri hönnun. En ef þú vilt koma markaðsstarfunni þínu á næsta level, endilega vertu í bandi. Flott. En já, ef við ekki bara vinda okkur í þáttinn. Vindum okkur í það. Já, góðan daginn, verið velkomin í Key of Marketing podcasti, föngum viðskiptavinni saman. Við erum með Stefán Atla og Frans Gunnarsson hjá 1819 torginu. Velkomnir. Já, takk. Takk fyrir það. Já, bara takk fyrir að koma. Við byrjum bara beint í það að þið segja eins frá okkur, bara frá eitthvað ferli og svoleiðis. Og Stefán, ef þú byrjar að segja frá þér. Já, ég heiti Stefán Atli og ég fæddur 1993. Ég tók fjölmiðla tæknina í Flensborgarskólanum og ég held að ég og Oddur höfum akkurat verið saman í Flensborg, sko. Heldur betur. Og þá lærði ég að búa til sjónvarpsþætti, útvarpsþætti og myndbandaframleiðslu og svoleiðis. Og svo fór ég í viðskiptafræðina í Háskóla Íslands og þegar ég var búinn að vera í viðskiptafræðinni í smá stund þá kom hann Ingi Þór, vinur minn, og sagði við mig, við ætlum að stofna fyrirtæki sem heitir Kalt. Og Kalt EHF var í auglýsingagerð og myndbandaframleiðslu fyrir alls konar fyrirtæki. Svo hef ég komið að stofnun sokkafyrirtæki sem setur sokkanum lúni á fólki, það var Sockbox, búin að selja út úr því. Svo er ég búin að hjálpa til við útgáfu á barnabók sem kom út síðustu jól sem var Landverðnir og svo er ég í stjórn rafíþróttadeildar Fylkis og er í stjórn Ungra Pírata og er núna búin að vera að vinna hjá 1819 torginu í markaðsmálum. Já. Þannig að það er nóg alltaf að gera. Snild. Ég held að ég hef keypt sokka af þessi sokkafyrirtæki. En það ekki? Einu sinni. Og svo voru þið líka að hjálpa til við markaðssetningu á bókinu þar sem að ágóðin fór til barnaspillar hringsins. Já, algjörlega. Mjög flott verkefni. Þar gaman að vera partur af því. Já. Eftir Flensborg varstu með flotta kynninga þér. Já. Þetta meina þegar ég bjóð til vídeokynningu og gerði fyrirleskrana mína sem vídeo og fór á vísi.is. Já, ég sá það var alveg snill. Það fór svolítið væral, sko. Ég fekk samt engin atvinnutilboð í þokkabót eftir það, sko. Okay. Þetta myndi mig að hafi ég séð How I Met Your Mother. Já. Já, eins og Barney Stinson gerði. Já. Það var ekki, þetta myndi mig svolítið á það. Örugglega innblástu það, sko. En þegar ég var að sækja þá hef ég líka verið svolítið að fara með fyrirleskrana mína prentað á köku. Ég fór í Orkuveitu Reykjavíkur einu sinni og var að sækja starf þar það var 2019 og ég prentaði fyrirleskrana mínu köku. Ég fór í móttökuna og var með svona kassa bara sem kakan var í sem ég prentaði frá millunni og konan var bara, herru, vörumóttökan neðri henni? Ég bara, nei, þú skilur ekki. Ég var í móttökunni. Herru, þetta er kaka með fyrirleskrana mínu og hún bara og tók við þessu. Það er alveg. Já. Hvernig voru viðbrögðin við því? Ég fekk atvinnuviðtali á Orkuveitunni þetta var grafísk hönnun en ég var svo þegar að koma atvinnuviðtalinu þá var ég á Ítalíu. Já. Og ég var í einhverju fjallaþorpi ég gett lélegu netsambandi þannig að atvinnuviðtali gekk ekki alveg nógu vel. Nei. En Þú varst á Ítalíu sem? Já. Kannski bara vinnu minn. Eins gott voru ekki búin að éta kontaktupplýsingar. Já, nokkulega. Akkurat. Það er snilt. Og Frans, þú segir aðeins frá þér. Já, ég heiti Frans og ég hef komið víða við. Hef verið í fjölmiðlum, markaðsmálum í blaðaútgáfu, í útvarpi, vefmiðlun, vísi.is og
og svo svona síðast í markasmálum hef ég verið markastjóri matallana hérna á Granda og Hlemmi og kem þaðan sem sagt yfir í 18-19 torgið og svo hefur maður verið mikið í músikbrasi og hérna og allir markasetningu kringu það að gefa út plötur og tónleikahald og annað slíkt þannig að póstarnir eru margir og svo ég svona í aukavinnu ég hérna að hjálpa félögum mínum sem eru með hljóðkirkjuna hlaðvarpina hérna með markasmálið þar það sem að þeir kunna að gera hlaðvörp en kunna ekki að hérna selja sjálfan sig í auglýsingamarkaði og fá sponsorana þannig ég að svona veita þeim hjálparund þar sko. Já, þú ert svona svolítið í mörgu. Já, það mætti segja það svona að vera hérna með puttan og púlsunum víða og hérna og pröfað ýmislegt gengið í öll störf. En í hérna tónlistin, ertu sjálfur eitthvað að búið til tónlist eða bara hjálpa með? Ég sjálfur að gera tónlist, ég í svona hljómsveitum til dæmis Enzimi og Dr. Spock sem hafa verið mjög virkar í gegnum tíðina og hérna og svo ég búin að spila með svona lang flestum unni með svo Bubba og Karasi og Bangang og hinum og þessum og hérna og mikið í því að hérna að vera svona sessionleikari, komin í stúdíu og spilin á lög hjá hinum og þessum og hérna maður svona færin á flesta stíla þannig að ég get komið inn og ef producent vill fá þetta eða hitt þá kem ég bara að græja það fyrir hann og málið dött. Ef ég get skotið hans inni með tónlistan og Frans skemmtileg staðrend með stefið á torginu, Frans samti það akkurat þetta stef mjög skemmtilegt og það er svona að maður heyrir það oftar og oftar þá svona fer maður að fá það heilan og svona leiku við mann alveg sko. Já, eins og segi, maður gengur ýmislega störf hérna í þessi félagi sko. Algjörlega snill. Það hérna, kekja. Já, ég held að sé bara komin tími á hraðaspurningar. Já, ekki. Hvernig var það fram? Erum við teknir einn í einu eða? Já, einn í einu. Það er fyrst hérna smá pepp. Herðu, Stefán, þú byrjar. Yes. Ertu tilbúin? Fæddur tilbúin. Love it. 1, 2 og byrja. Coke eða Pepsi? Pepsi Max. Hlaupa eða hjóla? Hjóla. Hvað finnst þér óþolandi? Boost.com lagið. Ég elska það samt. Já, hérna svona love hate. Já. Hvað drekkur á djamminu? Vatn. Hver er helmingur af aldrinum þínum í dag? 14. Hvaða samfélagsmiðl verður stærstur eftir 10 ár? Það er ekki búið að finna hann upp ennþá en það verður líklega metaversin. Ef þú mættir að velja einn ofurkraft, hvað ofurkraftur væri það? Að kúka peningum. Ekki bara að geta fengið peninga. Það verður að kúka hún líka sko. Bara seglum, ekki klingi sko, það var alltaf óþægilegt. Já, ok. Tíkalla þá. Já, bara 1 krónur, ekkert meira þannig að það var svona hásandi fyrir að hérna græða pening sko. Já. Herðu, Frans, ert þú tilbúin? Já, það ekki bara. Hvað ertu lengi að hlaupa 10 kilometra? Ég 4 mínútur. Hundur eða köttur? Hundur. Hvað finnst þér óþolandi? Leiðilegt fólk. Hvað drekkur á djamminu? Ég drekk engi fyrir öll. Google eða Meta? Ég myndi segja Meta. Og já, ef þú mættir velja einn ofurkraft, hvað ofurkraftur væri það? Ætli það sé ekki hérna að fljúga. Já, geðveitt, fljúga til tungsins. Já. Hvað myndir þú nota ofurkraftin í? Ég myndi fljúga til og frá vinnu hérna og sleppa við alla þessu umferð. Já, það er mjög þægilegt. Og hérna komast á fundi á réttum tíma, það er gott. Skreppa Bali og sólina. Já, sumarfrí, spara flugferðir. Ef maður þurfti kannski að vera með krakkan á bakinu eða eitthvað til eitthvað system. Bara eitthvað portable system. Já. Herri, já. Ein svona spurning sem að Oddur fílar mjög mikið. Hvað gerir í frítíma ykkar? Já, ég byrja. Já. Bara þér á því, sko. Já, í frítímanum þá finnst mér rosalega gaman að búa til tónlist í FL Studio í Makkanum. Ég keypti það. FL Studio og svo er ég búin að kaupa fullt af pluggunum og svona líka
og svo ég nota hérna hljóðbanka líka frá Inga vinni mínum sem ég fæði aðganga og svo ég mikið að spila Fortnite tölvuleikin og svo ég mikið að horfa á YouTube myndbönd cryptocurrency og metaversin fræðið mig það sko ég hef áhuga að sökka mér honni í metaversin og svo allir mér finnst ekki fínt að elda og fara út með hundin og fara í sánu gott að vera í sánu svo fátt eitt sem nefnt hvað ertu eitthvað að byrja að fjárfesta í krypto og metaverse? Já, ég fjárfesti í Ethereum 2017 og það fór upp 700% þannig að það ákveðin sjöföldun þannig að og svo maður eitthvað farin að fikta núna í NFT ég var að kaupa lén sem NFT keypti 6 lén á $60 þannig ég á núna stefanatli.nft lénið já, geðveikt selur það fyrir milljónir eftir einhver ár Já, ég hef svo lítið skilning fyrir þessu núna sko. Ég var eitthvað aðeins byggun í Íþrum og svo var ég að sjá núna að kaupa lönd og svona í Metaverse og Já, í Decentraland Decentraland Sandbox og eitthvað Já, það er spennandi. Ég var að skrá mig á Sandbox daginn og ég var ekkert byrjaður að fikta í því sko. Nei Þú fara betri Metaverse-inu eftir Já, gerum það Franz Europe Herðu, í frítímanum þegar hann gefst að þá reynir maður að hreyfa sig hans minnst mjög gott að fara í synda og og ef maður er heima fyrir að þá það örugglega annarkvort PlayStation eða eitthvað af þessum streymisveitum og svo hefur maður nú gaman að því að fara og sjá góð leikverk og og kannski einhverja sýningar og svona vera að taka þátt í menningarlífinu og stúdera mannfólkið það svona helst það og tónlist Já, tónlistin tónlistin eiginlega meira svona professional það ekki það gott að taka í gítarinn sko ef maður þarf að heima fyrir ef maður þarf aðeins að losa stressi sko það gott að strömma einhver lög en svona á mínu tímaskeiði þá flokkast músíkin sem atvinna þannig að ég get ekki titlaði sem frítíma sko Nei All right hver ykkar sérhæfing í markaðsmálum? Það hjá mér allavega svona að lesa fólk og halda mörgum boltum á lofti þegar snýra markaðssetningu sko og svona einna helst og svo náttúrulega bara að vera í öllu semja auglýsingastefin og lesa á auglýsingarna líka og svona þannig það bara, það eru þessi margir boltar sko Hjá mér það svolítið þannig að ég bakgrunnum minn kemur svolítið úr myndbandsgerð, ljósmyndavinnslu, ljósmyndatöku hugmyndavinnu og handreitsgerð meðal annars þannig að ég meira svona í content creationinu heldur en birtingunum sko en ég væri til að vera aðeins sterkari í Google og Facebook herferðum bara persónulega sko við erum með aðra sem í því hjá okkur All right, snilt þá það stóra málið 1819 torgið þið viljið örugglega segja okkur aðeins frá því og hlustendum Alveg klárlega 1819 torgið nýtt afsláttar og tilboðs app sem aðgengilegt núna frítt fyrir alla getur bara farið í náði þetta fyrir síman ykkar og spjaldtölvur og þetta app á sér ekki svona hliðstæðu við erum með þarna inni svona 200 vöruflokka sem hægt að sækja í og þú getur sem notandi stilt það sem að þú ert að vakta þannig að svona þitt áhugasvið þú vilt vera að vakta barina og veitingastaði og skemmtanalífið og heilsu og kannski eitthvað fyrir heimilið og gæludýr og eitthvað svona þá getur þú bara stilt appið eftir því og þá færðu tilkynningar þegar eitthvað kemur í þessa flokka og svo erum við með mjög öflugt kort inn í appinu þannig að þú getur hoppa bara beint inn á kortið og það zoomar inn bara á þína staðsendingu og þú sérð þá alla afslætti og tilboð sem í gangi í kringu þig og sérð í raun og veru hvort að þau séu aðgengileg núna eða ekki það eru sum tilboð náttúrulega sem
ekki svona aðgengileg kannski helgar eða eitthvað svo leis Já. þá er þau merkt öðruvísi með rauðum hringi kringum sig en grænu þá sérðu bara ok, þetta er í gangi núna, ég get farið þangað Já. og þetta mjög þægilegt að geta bara ef maður er með eitthvað valkvið og vill kannski skoða bara eitthvað hvað þetta að éta í kringum sig þá getur maður farið þarna bara og séð bara ok, þarna styst að fara og getur fengið með samloku eða hambúrgara, hvað sem er svo líka í þessu appi að við erum með öfluga og mikla skráningu á fyrirtækjunum sjálfum þannig að þú ert ekki bara með tilboð heldur líka sérðu allar tengla upplýsingarnir fyrirtækið síma, e-mail vefföng, samfélagsmiðla og fyrirtækja skráningun og með kennitölun og allt þarna jafnvel starfsfólk ef að fyrirtækin vilja tilgreina þau kontakt aðalega hjá fyrirtækinu og upplýsingar það sjálft opnunartímana, staðsetningu og við erum með kortavísi sem að lóðsa þig bara beint upp á dyrum og ratar ekki þannig að appið er mjög öflugt fyrir notendur, ekki bara til þess að ná sér í góða afslætti, heldur líka bara að tengjast fyrirtækinu sjálfu sko. Og svo erum við með í svona nýtt í þessu appi eru svo kallar svona lokaðir hópar og það sem við gerum að við erum að leysa ákveðin eins og fyrir starfsmannafélög og félagsamtök, það eru svona stór starfsmannafélög, þau eru oft með tilboð sjálf sem að þau hafa sankað sér hjá fyrirtækjum þessi tilboð eru yfirleitt geimt á einhverju Facebook-grúpu eða einhverju lokari síðu inn á einhverju heimasíðu mjög óaðgengileg og við erum að veita þessum fyrirtækjum og stofnunum og öðrum aðilum sitt lokaða svæði það sem bara þeirra fólk hefur aðgang að þá þeim afsláttum skráir þá bara þá bara innleiðum við alla þá afslætti og þá eru þau bara komin í símana og þarf ekki að fara einhverja heimasíður og leita þessu og svona og við erum líka að leysa af hólmi svona eins og nemendaskírtin og svoleiðis við erum núna að byrja að banka dyrnar hjá nemendafélögunum þau eru öll með sín tilboð og yfirleitt þetta nemendafélagin þá með nemendaskírtin og þá er eitthvað logo fyrirtæki sem að veita einhver afslætti og það gleyma allir þessum skírteinum en það gleymir engin símanu sínum þannig að við erum að centralesa þetta bara í appinu og gera þetta aðgengilegt og notendavænt sko. Og þetta er svona það helsta sko. Stefán ég ætlaði bara að segja að Frans hann er náttúrulega sviðstjóri hjá Torkinu þannig að hann er þá náttúrulega í samskiptum við alls konar fyrirtæki og hann er að halda kynningar þar sem hann er að kynna fyrir fyrirtækjum kosti þess að vera í Torkinu og það voru svona hádegisverða kynningar sem við erum að bjóða fyrirtækjum á við nálgust fyrirtæki þannig við veljum við skönnum markaðinn og finnum fyrirtæki sem við sjáum að eiga heima í Torkinu og reynum að finna líka fyrirtæki sem eru ung og ný og spennandi og kannski ekki komin á radarinn hjá fólki þannig að það er þá að uppgöta það í appinu hjá okkur og bjóðum þeim á þessar kynningar ég með kynningar á Grand Hotel í hverju viku og þá erum við að fá svona kannski 10-20 fyrirtæki í einu stjórnendur þar og að því að við þurfum alltaf að sína þetta og kynna þetta því að það er ekki hægt að kynna þetta í gegnum e-mail eða síma sko, þetta er óflókið til þess þannig að það er að vera alltaf svona PowerPoint síning að því að það sem að við gerum er að við veitum stjórnendum fyrirtækjana aðgang að bakendunum okkar þannig að þau sjálf eru að setja inn tilboðin þau eru ekki að senda okkur getið þið sett þetta tilboðin inn og heldur þau bara að stjórna þessu algjörlega sjálf og fá þá bara beint í æð allar þessar markas greinilegu upplýsingar þau sjá markkópana sem eru að skoða tilboðin hjá þeim hversu oft er búið að opna eða skoða tilboðið hverju margir eru búin að setja því uppáhalds vista það hjá sér og virkja það og svo sjá þau líka markkópana sem sagt aldur, kyn og staðsetningu fyrir hvert og eitt og einasta tilboð þannig að kerfi veiti sko alveg þessar upplýsingar og þau sjá svona þessa lærða hegðun í appinu sjálfu hjá notendum. Hvernig er það núna, getur fyrirtæki farið inn á 19.is, stofnað aðgang og fær þá bara
það inn á okkar svæði sem mínar síður eitthvað svoleiðis og getur sett svo bara beinti tilboð Þetta ekki alveg þannig. Appið er sem sagt notendur ná í það en fyrirtækin þau sem sagt við gerum samstarfssamninga við fyrirtæki þannig að samstarfið í raun og veru í 1 ár. Þau hafa 1 ár til þess að vera að vinna með kerfið. Þá fáðu aðgang að bakendunum og það bara í skíinu þannig að þau lokka sig bara inn hérna í gegnum 1819torkið.is og þar setja þau inn afslættina og þau fá sem sagt Stefán hérna hann sér sem sagt innleiðinguna á fyrirtækjunum og hann basically svona sýnir ljósið hvernig þetta virkar allt saman þannig að þau fá rosalega mikla þjónustu hjá okkur hvernig þetta allt virkar og hvað þau að gera og miklu meira til sko. Kannski Stefán taki þannbolta. Sem sagt það er gaman að segja fyrir því en hérna með 1819 torkið að ég kom hann inn í janúar, februar á þessu ári og hérna það var þannig að félagsskráin mín var á borðinu hjá framkvæmdastjórnum og Viktor, markastjóri hjá 1819 og torkinu, hann sá að félagsskráin mín var á borðinu og hann sagði, herru, við viljum fá Stefán. Hann gerði 2017, þá gerði hann flott myndbönd þegar það var með kalt fyrir 1819 og það er bara mjög gott að vinna með honum, þannig að ég bara að fá hann í markaðsmál. Þá hringdi framkvæmdastjórinn bara í mig og sagði bara, herru, viltu ég koma að vinna hjá okkur bara í markaðsmálum? Og þannig að ég sem sagt í markaðsmálum og með titilin markaðsfulltrúi en hann Viktor markaðsstjóri er núna í svona barneigna orlofi þannig að ég er svona eiginlega svona staðgengill markaðsstjóra þannig að það er svona ákveðin draumur að rætast að fá að vera markaðsstjóri innan gæsalappa sko. En eins og hann var að segja með innleiðingarnar að þá er þetta ferli að þessi fyrirtæki fari í hádegisverða kynningu og svo skrifaði undir samninga að ætla að vera með og þá sendi ég tölvupóst og segi við þau hérna er dagatal smelt á dagatalum sem hendar og þá tökum við hálftíma símafund þar sem ég deili skjánum mínum með þér og sýni þú veist hvernig þú setur inn tilboð og breytir ásýnd hjá fyrirtækinu þínu og svoleiðis og svo eftir það sendi ég bara PDF-skjal bara með leiðbeiningum bara svona uppbyrjum hvernig þetta virkar allt og svoleiðis og í leiðin er ég líka að sýna þeim að þegar sko ef þið væri til dæmis með eitthvað fyrirtæki sem að væri bara í torkinu þið væri kannski með 100 starfsfólk eða eitthvað þá fá starfsfólki ykkar aðgang á svona lykil fyrirtækja tilboðum sem eru svona góð svona sér tilboð sem eru virk bara allar ársins hring alltaf skilur ekki svona staðbundin tilboð eins og bara virka á þriðjudögum eða bara virka á föstudögum eða eitthvað svona þannig að þú veist, það er eins og bara matur og máling og líkamsræktarkort og skoðun á bílinn og alls konar svona hentugt sko. Já, en fyrirtæki græða svolítið á því fyrir starfsmennina sína að vera inn í þetta er svona fríðindakerfi fyrir starfsfólki sko. Já, þau fá þessi VIP tilboð sem eru lokuð og almenningur hefur ekki aðgang á þeim. Þannig ef þið mynduð skrá okkur í torkið núna bara komið á götunni þá mynduð þið ekki fá aðgang á þeim nema að fyrirtæki sem þið eru að vinna hjá væri aðeila að torkinu. Í gangi. Nei, bara þú veist. Bara eru í samstarfi við okkur. Þá opnast á þessi líkil tilboð. Okay. En þegar ég kom inn í 1819 og torkið og þau voru að kynna fyrir með torkið, þá fékk ég strax hugmyndum að mig langaði til þess að vera með lið sem er einn af mínum uppáðarsliðum og það er eitt af skemmtilegasta sem ég geri í vinnunni. Það kallast fyrirtæki vikunar. Já. Þá er ég að heimsækja ný fyrirtæki hverju einustu viku. Ég er búin að heimsækja World Class og Flugger og margt smátt og og Sport 24 og var að heimsækja núna bara allt fasteignasölu og er að heimsækja allir þessi fyrirtæki og fæ að spjalla við stjórnendunar og taka svona myndbönd sem eru bara 1,5 til 2-3 mínútur sem við setjum á Facebook síðan okkar og í leiðinu þá erum við náttúrulega að kynna appið og erum með logo okkur í hotninu en þau fá góða kynningu á sjálfum sér líka sko. Þannig að það er líka svo skemmtilegt eins og ég segi alltaf við að hitta mismundi stjórnendur og stofnendur fyrirtækja svo getur verið svo fjölbreytt það er svona halvpartinu sem maður sér þú veist fjölmiðlamaður eða fréttamaður þegar þau eru alltaf að hitta nýtt fólk og gera nýja hluti sko. Þannig að þetta er svona virðisaukandi í samstarfinu að Stefán einmitt mætir og gerir þessi vídeo sem að þau geta þá verið að fóðra inn á sína samfélagsmiðla og það þessi vídeo fá mjög gott áhorf
Já. góð auglýsing og sérstaklega sem að við erum að targeta svona smærri og millistór fyrirtæki sem eru kannski endilega ekki með markastjóra eða auglýsingadeild á bakvið sig og og eru með kannski með lítið content og þá er þetta alveg bara pjúra auglýsing fyrir viðkomandi sem þú borga ekkert fyrir, þetta er bara partur af þjónustunni. Já, innifælið í þessu sko. Þú veist, ef þessi fyrirtæki myndu bara labba inn í eitthvað svona framleiðslu fyrirtæki og vilja fá, þú veist, svona kynningamyndband, þú veist, þá er það að borga, þú veist, 20.000 fyrir það sko. Einhverja 100 kalla? Já, nokkur, hátu 100 eitthvað þúsund sko. Og þetta eru bara fyrirtæki sem eru í 18-19 Já, tókinu? þegar þetta er bara partur, þú kemur inn, gerur samningu við, þú kemur inn í innleiðinguna og við veitum þér aðgang á kerfinu, svo þeir eru búin að kenna þér á þetta og þú getur verið að setja inn tilboð og þá mætir Stefán Tiðin og tekur myndbandið og klippir saman gott kynningamyndband sem þú getur notað að vild. Sem partur af markastrateginu ykkar og að hjálpa þeim líka. Já, þegar það sem við fáum út úr þessu er það að við fáum brandið okkar inn á þeirra samfélagsmiðla og heimasíður og þau fá auglýsingu út úr því. Sniðugt, mjög sniðugt. En ég er að pæla en nú erum við búin að tala sko hlutan að vera aðalinn sem er að bjóða upp tilboðin, en eins og fyrirtæki eða bara, eins og fyrirtæki sem að er bara með aðgang það sem að vera að halda utanum afsluti fyrir starfsmennina getur þú fara aðeins aftur í það? Já, það er stofnaði aðgang. Já, það er sessat það sem við gerum er að við gerum líka samning við þessa aðila því að þetta er ákveðin þjónusta sem við veitum, það er gerð vinslu samningur á milli, þannig að við getum verið að vinna með að þetta eru persónuupplýsingar starfsmenn, við erum að innleiða starfsmennin inn í kerfið okkar, þannig að við viljum hafa persónuvernd góða, þannig að við vinnum eftir þá svokölluðum svona vinslu samningum og þegar það er komið að þá búum við til svæðið og við innleiðum alla starfsmennina eða félagsfólkið, til dæmis eins og Vaffer er núna með sitt svæði, þannig að nú erum við með undir 36.000 notendur sem hafa aðgang að því svæði. Þau ná í appið og logga sig inn á annarkvort símanúmerinu eða e-mailinu sem er skráð hjá Vaffer og við erum með API-tengingu þá á milli, þannig að kerfið okkar pingar í hvert skipti sem einhver næri appið og athugar hvort að sá aðili sé meðlumur í Vaffer. Ef að svo er að þá opnast fyrir Vaffer svæðið, ef ekki að þá sér viðkomandi ekki þetta svæði. Nei. Og Vaffer er búin að vera með eitthvað mjög flott tilboð, bara falin inn á heimasíðinu sinni og við erum búin að taka öllu tilboð og setja það inn á svæði þeirra. En það sem að meira gerist er að fyrirtækin sem er í torginu, þau geta targeta þessa lokuðu hópa. Þannig að ef að þið værið inni í torginu og í bakendanum og þið ákveðið, ég ætla núna að targeta bara Vaffer með flottu tilboði og svo ætla ég að targeta öðru tilboði á Ísavia sem er líka lokaður hópur eða Landspítalan eða þessa eða hina, þannig að þið geti verið að eða eldri borgarana? Já, inn í appinu þá. Inn í appinu, sko. Þá opnast inn á lokaðu svæðinu fyrir það. Og það er þá bara inn á þessu lokuðu hópa, þannig að þið getur bæði verið að vinna með það eða bara sett bara almennt inn á torgið sem allir sjá. Já. Þannig virka svona þessi lokuðu svæði og þessi og þetta er mjög þægilegt að því að allir starfsmenninni þá eða félagsfólkið hefur það aðgang að þessi gegnum símana og leysir það vandamála að þau kannski missi ekki af einhverju flottu tækifæri og svona raundæmi er til dæmis Landspítalinn. Þetta er 6.000 manna vinnustæður og það eru 3.000 í félaginu, virkir sem að borga í starfsmannasjóðin og hafa þá aðgang að þeim tilboðum sem þau eru með. Mér skilst að þetta er geymt á einhverju svona innra svæði spítalans sem er bara aðgengilegt þegar þú ert á spítalan. Þannig að þú fer heim og þá kemst ekki þangað inn. Og það hefur komið fyrir að það hafa komið svona skynditilboð, eina borðar mætir og bara, ég er með Pál Óskar í Hörpunni og ég er með 1000 miða sem ég ætla að bjóða ykkur á 500 kall stikið, ég þarf að losa þessa miða bara núna, tónleikarnir eru í kvöld
og það bara sett inn á svæðið og það bara kannski helmingurinn af starfsfólkinu í vinnu og sér þetta, svo mætir hinn daginn eftir og bara allir að tala einhverja tónleika sem fórum við í gær og við mistum með þessu, en þegar þetta komið í síman og bara þá fær þetta bara í raun tíma og fær líka notification þegar eitthvað dettur inn sem að þú ert að vakta sko. Þannig nú missir ekki að neinu. Hvað kom þessu hugmynd á appinu og svona þessum advanced features, eða það bara eitthvað sem þróaðist með eitthvað? Já, sko, appið var þetta var svona 2 ára undirbúningur, hugmyndin að þessu að taka svona þessi afsláttarkjör og á næsta stig. Við erum með þessa afslætti svona hér og þar, Nóa með 2 fyrir 1 og bankarnir eru með sín vildarkjör og hinir og þessir allir í sikkur á horninu og þú þarft aldrei að vera sem sagt, í viðskiptum hjá viðkomandi til þess að fá þetta. Þannig hugmyndin var sem sagt, að vera með eitt centralized app sem er bara aðgengilegt öllum og app sem að líka hefur það markmið að geta boðið allt þetta, geta verið með 2 fyrir 1 eða prósentafslátt eða sérkjör eða þetta eða hitt og bara fyrirtækin sjálf stjórnaði hvernig þau vilja presentera sig inn á þessum afsláttarmarkaði og þróunin frá hugmynd að veruleika var svona gerði gegnum rýnihópa, þá voru fengnir ýmsir aðilar úr viðskiptalífinu og stjórnendur fyrirtækja komu inn í rýnihópa. Þetta voru, að mér skilst, ég var ekki komin inn á sviðið þarna á þessum tímapunkti, að mér skilst þetta hafi verið eitthvað svona 150 fundir, rýnihópa fundir, það sem var bara að presentera hugmyndinni og menn sögðu, já þetta virkar, nei mér hugnast ekki þetta, þannig að konseptið var þróað eftirgjöf frá þeim sem eru þá þessir fyrirtæki stjórnendur. Þannig að þegar að loksins farið að smíða appið þá konseptið alveg komið og ennþá í þróun. Við höfum eftir að sjá appið þróast í nokkrar áttir í viðbót sem við getum ekki verið að greina frá hér, þannig að það eftir að koma inn alveg mjög flotti fítusar á seinni stigum, þannig að við erum bara að sjá svona fyrsta fasan í appinu núna. Og það er bara það er nóg framöndan. Þá komum við kannski aftur eftir ár og tölum næstu fasana sem við erum komin í það. Já, tenging við metaverse og svona. Já. Það er akkurat málið sko, að vera með þetta bara, við förum með þetta í virtual sko. Það er ekki. En tölur, hvað eru mörg fyrirtæki í appinu núna? Við erum með nokkur 100 fyrirtæki skráðin í appið núna og þetta eru bæði fyrirtæki sem eru eingöngu inn á lokuðu hópunum og svo önnur sem eru inn á almennasvæðinu og svo sum sem eru að krossa á milli. Þannig að þetta skiptist svona niður. Það eru sum fyrirtæki sem eru bara á einu stað en ekki á öðrum og við erum að, eins og ég segi, við erum að snerta á svona 20 fyrirtækjum að viku í þessum kynningum. Þannig að þetta rampast upp bara svona gegnum gangandi. Við erum reyndar að fara það náttúrulega er enginn að fara að mæta núna á næstunni, að jólin að koma og svona en við erum búin að, eins og ég segi, við erum búin að bóka kynningar út næsta ár. Þannig að þetta mun bara að aukast og við erum að finna það núna þegar appið er það nýtt. Það eru 2 mánuði, 3 mánuði kannski sem að kom í gang og við erum aðeins byrjað að markasetja það núna. Þannig að núna er byrjað að hafa samband við okkur, þannig að við sjáum það bara að þetta mun aukast verulega á komandi ári sko. Snill, en notendur, hvað eru margir? Við erum með nokkur 1000 notendur sem eru komnir inn núna og við erum í þessari innri innleiðingu sem að snýra því að við erum með þessar lokuðhópa, til dæmis eins og Vaffer hópurinn er 36.000 og það er bara núna þá kynning sem er að fara fram að láta það vita því hafi aðgang að þessu og náðu í þetta. Það er svona á langtíma planinu, það þarf alltaf að minna fólk á og við erum með í þessum lokuðum hópum í pottinum
75.000 potential notendur já, sem að verður þá í langtíma projekti að taka þinn virkja þá í raun og veru og hérna en markas hvernig eru búin að vera að kynna þetta, hvernig hefur verið markasmáli kringum við það, alveg nýtt fyrirtæki, fyrirbæri þannig séð Já, við tókum smá sprett daginn og létum vita á okkur á vefnum og í útvarpi og og ætlum að taka upp þráðinn á nýju ári og það þá stílað inn á almennan notendan og svo erum við höfum við erum hérna í podcasti og ykkur að láta allir vita þessu og höfum verið að fara í svona viðtöl hér og þar og í Bylgjunni og Kiss FM og okkur fleiri stöðum og viðskiptablaðinu og eitthvað svona þannig að við erum svona bara að hefja okkar vegferð í svona almennri markaðssetningu en aðalega, svona til þess að klára þetta, þá erum við líka í þessari innri markaðssetningu, við erum að sækja á þessi stóru félög og þessi fyrirtæki til þess að lóðsa inn fjöldan svona baku tjöldin sko. Og enginn sér það er bara eitthvað sem við gerum bara á lokuðum fundum í reykfylltum herbyggi en það er eins og það er að segja, þá er þetta PR að koma svolítið vel út sko. Það er þá bara, þú veist, eins og í þessum viðtölum og þetta og það kemur líka þetta er eins og word of mouth, það virkar líka rosalega vel að því ég meina, þú veist, leið og þú veist, fólk með þetta og segir, heyrðu, varst þú búin að segja þetta þú veist, þá svona dreifist þetta bara með word of mouth líka Já, og við sjáum líka þetta samstarf með fyrirtækjunum líka, þú veist, að gera eins og þessi myndbönd og þú getur líka sem fyrirtæki deilt þínu tilboði úr appinu inn á þína samfélagsmiðla þannig að við sjáum það að fyrirtæki munu vinna með okkur á sínum miðlum að búa til vitund á brandinu Já, það er sniðugt þannig að við erum svona, þetta er dálítið svona multilevel en svona hardcore marketing að við munum sjá kannski meira því á næsta ári við erum svona í smá í grassrótinni núna og svona dálítið að vinna baku tjöldin Já. En tekjumódelið, þú veist, hvað græðið þið á að vera með þetta? Við tekjumódelið okkar er á þann veg að við gerum ársamning og það er árgjald fyrir fyrirtæki að koma inn og það getur og það er engin auka kostnað sem fylgir því og það er alls konar þjónusta sem innifælin í því og aðgangur náttúrulega að þessum markkópum og að kerfinu og það er ástæða fyrir því að við gerum þetta því að það kom skýrt fram í þessum rýnihópum að það eru margir stjórnendur sem að finnst módelið að vera að klípa af þinni sölu, að taka prósentur fyrir hverja færslu hugnast mönnum ekki þannig við fórum ekki þá leið og heldur bara að það er bara árgjald sem að snýra því líka að fyrirtækin eiga að geta svona lítið á þessum fjárfestingu og geti snúið þessu árgjaldi yfir í pluss á þessu ári og við hvetjum fyrirtækin til þess að nýta sér þetta til þess að í raun og veru bara græða á þessu í raun og veru, þetta er ekki bara auglýsing og fá viðskiptavinn á staðinn og kannski ert með tilboð, ert að selja og svona dýra hluti í leiðin og svona það er ýmsar leiðir til þess að fá peningin tilbaka en bara að með því að nýta þetta að þá í raun og veru snýrðu þessu gjaldi yfir í gróða Já, líka oft sem að einmitt, þú veist, ef þú ert að borga fyrir eitthvað þá setur meiri tíma í það heldur en að vera ekki að borga neitt sko. Algjörlega og við erum líka inn í þessari þjónustu að við munum við vöktum fyrirtækin og hvernig þau eru að nýta sér þetta og ef þau eru ekki að gera það ef það líður einhver tími frá því að þú ert komin inn og þú ert ekki að setja inn neinn tilboð og ert ekkert virkur og þá böngu á þína dyr og bara vinnur, þú veist, þú ert að borga fyrir þetta ekki bara betra að nota þetta og búa til smá business þannig við pössum upp á það við pössum líka upp á að fyrirtækin líti vel út af því að þrátt fyrir að þau setja inn tilboðin sjálf setja inn myndirnar og textan og hvað þau ætla að gera og svona
að tilbúin fara ekki inn á torgið fyrir að þjónustuborðið búin að tjekka á því, þú veist, er myndin góð og er textin í lagi og svona. Já. Þannig að ef að myndin er eitthvað pixlu og eitthvað allt vaðandi í stafsninguvillum að þá höfum við samband og lagfærum þetta og pössum upp og þetta sé ekki sjoppulegt sko. Algjörlega. Hvað er árgjaldið? Það er mismunandi. Við greinum fyrirtækin bara eftir stærð og umfangi þeirra og árgjaldi er ákveðið bara í samkomulagi milli sölumanns og fyrirtækis. Hann greinir raun og veru bara stærð þess og umfang og þannig er fundin tala. Okay. Og þannig að því að við viljum að við erum ekki að skella sama verði á fyrirtæki sem er kannski með 5 útibú og 50 starfsmenn og gæjan sem er með vefsöluna í bílskúrnum heima hjá sér. Nei. Þannig að það er alltaf svona samkomulega og til þess að líka að þetta make sense fyrir aðilana að hann hafi sense á að fá return tilbaka sko. Já. Þannig að ég get ekki verið að nefna tölur hér ég ætla ekki að taka boltan úr höndum sölumannsins en ég get allavega sagt það að þetta er miðað við það sem að fólk er að eyða í markaðssetningu, kannski auglýsa í blöðum eða útvarpið annars staðar að þetta er mun betri fjárfesting. Já, algjörlega. Já, mér langar líka aðeins að koma inn á eitt sem er svolítið óþekkt í svona íslenskum öppum og ég tala alltaf þetta eins og þeir eru að innlega fyrirtækin en tilboðin og appið, þú getur notað það og haft allt á ensku eða allt á pólsku líka að þegar við getum hugsað með okkur að það er örugglega svona að minnst 20% af fólki sem býr í Íslandi sem tala bara eitthvað íslensku, tala bara ensku eða pólsku eða eitthvað þannig að ná til þess að auka 20% er ógeðslega sniðugt og þú þarft ekkert að kunna ensku eða pólsku þegar þú ert að smíða tilboðið þannig að við erum með hnapp inn í stjórnandaviðmótinu eða bakendanum þú smellir á og þá þýðist textin sjálfkrafa á ensku og pólsku. Það er örugglega snið og hvernig er það gert? Er þið bara með bara translate eða eitthvað? Já, bara plugin, svona translate plugin þannig að það veit ekki, þannig að ég kannski ég er með ísbúð og ég er ekki með 20% afsaldra ís þá skrifa ég bara titlun á tilbúðinu 20% afsaldra ís og kemur bara fyrir neðan settu titlur á ensku og pólsku þá er bara grænt takki, ídra hann bara þá er titlun komin á ensku 20% discount of ice cream og svo bara á pólsku eitthvað Hvernig segir það? Við erum mjög spenntir að heyra. Dzień dobry. Já, og svo ertu með titil á description, lýsing á tilboðinu. Það er eins þar, þá bara þýður á ensku og pólsku það líka. Þannig að ef einhver vinur okkar sem talar ekki íslensku og vill kannski skoða þetta á ensku eða pólsku, þá opnar hann bara appið og þegar hann er að nýskrá eða skrá sig inn í fyrsta skipti þá eru fánanur uppi, íslenski, enski og pólski og smellir hann bara á pólska fánan og þá bara Dzień dobry. Já. Það því góðan daginn og pólsku fyrir það sem ekki vissu. Akkurat. Svo er líka, fyrst við erum í þessu svona þá má nefna það að í þessu appi að þá geturðu valið á milli hvaða korta þú ert að nota. Þú ert með Apple, þú ert með Google, þú ert líka með Waze. Þannig í Mapsinu sko. Þannig þú ert að nota kortið eða með eitthvað svona preference að nota Google frekar en Apple að þá geturðu svissað á milli. Þannig að þegar þú ert að leita ísbúðinni sem er að selja með 20% afsláttinn þá smeltur þú bara á ísbúðina og þá opnast það í því korti sem þú ert búin að velja fyrirfram saman hvort það sé Apple Maps eða Google Maps eða Waze sko. Þetta var svona fyrir kortanördana hann úti. Já. Þannig að það borga inn í appinu og svo getur þú bara sýnt bara ég að kaupa Já, í raun og veru þá borgar þú ekki í appinu sjálfur. Við sendum viðskiptavinin notendan til þín annarkvort á staðinn og hann virkjar þá afsláttinn á kassanum og þá opnast gluggi þar sem er counter
svona niðurteljari sem mínúta sem að segir ég á að fá þennan ís á þessum prís eða þá að við erum að notandinn er sendur inn í vefverslun. Já, það eru 5 eða 6 valmöguleikar til þess að virka tilboðin sem að stjórnendur geta sett inn. Það er eins og segir, það er að mæta á staðinn, svo er líka annað sem að þú afritar afsláttarkóða í netverslun og svo ítar að taka á ferðin í netversluna. Þannig að áður en ferðin í netversluna þá ertu búin að afrita kóðan inn í símaðinn. Svo getur þú hringt til þess að virka tilboðið. Það getur henta vel, kannski þú ert með sólbaðstofu eða slúðist að panta tíma og svo getur þú bara heimsótt vefsíðuna líka til að panta tilboðin. Svo erum við með þróunarverkefni upp á að geta skannað strikamerki eða svona QR-kóða. Já, að í kerfinu þá getur við búið til QR-kóða og strikamerki og þá synkar það bara við skannaðin á staðnum og þannig að kerfið raun og veru býður upp á alla þessa möguleika til þess að virka tilboðin en salan fer alltaf fram hjá fyrirtækinu sjálfu. Þannig að segjum að það væri kannski vera eitthvað súkkulaðistykki á 30% afslætti. Þá myndur bara mæti eitthvað rosalega fína verslun sem er að selja þetta súkkulaðistykki sem er kannski með sjálfsagkvæmslukassa og þá bara bípar súkkulaðistykkið, opnar síman og virkar tilboðið, bípar strikamerki í símanum og þá talar það við kassakerri og kassakerri segir bara bíp 20% afslætti sjálfkrafa. Þannig að þetta er Já, þetta er framtíðin þarna. Þetta verður í metaversinu sko. Já, ég ætla að segja óáður séð en það er ekki mjög þjált. Óáður séð, kannski betur að segja eitthvað annað en það. Já, þetta er mjög áhugavert og spennandi að sjá hvernig þetta þróast og Já, af því að við erum að gangi þá tíma að það er að koma það er alltaf kynslóðaskipti og kynslóðaskiptin sem sér stað núna, þetta eru krakkarnir sem eru virkilega að skoða góða díla og eru að eltast við góða díla. Þannig að ef þú ætlar að vera með það á einhverjum heimasíðum og svona, þá munið þið ekkert virkja það sko. En ef þetta er í símanum hjá krökkunum og þá ertu að fá þessa nýju kúna inn. En erum við eitthvað lust fyrir vefverslanir sem ekki með útibú? Já, þú getur í raun og veru ákveðið sem sagt afhendingamáta eins og vefverslanir sem að senda út sem sagt pantanir að þau geta haft það bara í lýsingunni á sem sagt á vörunni sem þeir eru að selja eða bara í bakendunum hjá sér, þegar við erum að senda notendan í vefsölukerfi þeirra og það er þá væntanlega í körfunni þar að þá veluru, ég vil fá að senda þetta á þetta pósthús eða sækja þetta í þetta vöruhús. Þannig að power er alltaf hjá stjórnandanum svona hvernig hann vill að notandi nálgist sig. Já. Ég held að við séum hann heldur fróður 18-19 torki. Ég heyra að þið voru svolítið spenntur að taka einhver umræður metaverse en ég bara var ekki við að þetta í þær umræður, þá myndum við vera einnig svona klukkutími viðbót sko. Já, okkur langaði að tala bara kannski að Facebook var að rýbranda í meta. Já. Hvað finnst ykkur þá breytingu? Sko, mér fannst þetta alveg æðislegt sko. Að því að ég sjálfur þá hef ég átt þetta heitir núna Meta Quest en þetta hét áður sko Oculus Quest. Já. En ég átti Oculus sem þú tengdi við tölvuna sko og svo átti ég Oculus Quest líka sem er virtual reality sýndarveruleika headset sem þarft ekki að tengja við tölvuna og bara alveg þráðlust. Já. Ég hef prófað að vera inn í sýndarveruleikanum að gera alls konar hluti og örugglega það skemmtilegasta og skrýtnasta í sýndarveruleika sem ég hef upplifað er þetta heitir þetta er svona leikur það sem þú ert fljúandi í svona einhverju geimstöð og þú ert að kasta svona frisbeediskum á milli og það er multiplayer leikur þannig að það er annað fólk og þú getur veifa til þeirra og kýlt á í hausinn og þú ert á staðnum með öðru fólki. Það er það sem þetta snýst rosalega mikið ef þú ert með í þessu metaversi ef þú ert með það er oft talað að leikir eins og Roblox eða Fortnite eða Minecraft að þú ert í multiplayer online að það sé svona einhverju metaverse en
það mikið líka talað hennar metaverse að það sé blanda af sýndaveruleika og svo crypto, blockchain og web 3.0 sem svona svolítið decentralized sko. En ég hef náttúrulega sjálfur verið svolítið í Fortnite og ég get alveg litið á það svona sem ákveðina tegund af metaverse en sko eins og Facebook sér þetta fyrir sér að þú kannski bara setur á þig eitthvað reipan glerugu og þá ertu bara komið með augmented reality og líður bara eins og sett mættur á skrifstofuna. Það er svolítið cool að geta bara verið hvar sem í heiminum sko, en samt ertu með öllum einhvern veginn. En það sem er mikilvægast fyrir metaversin er það að það er ekki eitthvað eitt fyrirtæki sem að á hann eins og með interneti í dag. Ég meina þú ert með fullt af vefsíðum og þessi metaverse hann er svolítið mikið bara ef þú ert kannski með Decentraland gjaldmiðlinn þar Mana fór upp 400% bara einni viku eftir að Facebook gerir svo tilkynningu svo ertu með eins og við erum að tala áðan Sandbox og fleiri heima að hver af þessum heimum fyrir sig er bara eins og eitt land bara Ísland eða Bretland eða Danmörk bara í heiminum og svo bara ferðu bara milli þessara landa. En vandamáli við hennan metaverse í dag er svolítið mikið ég kannski kaupi eitthvað búning í Fortnite á 2000 kall. Svo kannski fer ég yfir í Minecraft eða Roblox eða á Facebook og ég get ekki klæðst honum þar. En Zuckerbergin, hann hefur sagt að hann vill gera þetta þannig að þessi metaverse að tala saman. Þannig ég kaupi eitthvað rosalega fínan jólasveinabúning í Fortnite og ég vil geta klætt mig í honum sami hvaða metaverse ég sé sko. Getur það farið í þessum jólabúning á fundi? Já, þá myndum maður fara bara fundi inn í Facebookinu bara í jólabúningur sem myndi kaupa í Fortniteinu og þessi heimar tali svolítið mikið saman. Já, ég hugsa að það náttúrulega er daldið langt í þetta verði svona að alvöru, við erum að sjá bara svona það er búið tilkynna þetta og það er búið að vita internetið er að fara í sýndaveruleika, það er bara það er bara óhjákvæmilegt og það mun í raun að veru breyta öllu sem að snýra að viðskiptum milli landamæri held ég líka að það veri auðveldara fyrir að sækja fundi og þarf ekki að fara í flugvélar hálfan hnöttin og bara mætir bara á fundi bara í sýndaveruleika og öll kennsla fjarkennsla hún er komin bara í kennslustofu á netinu. Ég meina þetta verður allt mun auðveldara svona og en svona applicationið að flakka á milli kerfa að ég held að það verið dálítið svona slagur það að það er svo mikið að leifum sem að þú þarft að slátra til þess að fá þennan jólasveinabúning sem að þessi hannaði og vill bara leifari verið í honum þarna að þú þarft að borga honum eitthvað ekstra fyrir að fara með henni eitthvað þangað sko. Ég held að það verið dálítið vilt að vestrið svona til þess að byrja með og jafnvel munum við kannski sjá að kannski einhverju karakterar sem eru leyfiskyldir að þú ætlar að klæðast svarthöfðabúning að þú mátt ekki nota hann bara hvernig sem þú vilt sko. Ég held að þetta verði mjög áhugavert sko hvernig munið tækla á þessu og það er alveg virðingavert að Zuckerberg segja bara þetta verður bara alltaf opið og verður allir vinir en þegar þú ert komin í business að þá bara þú veist ég er ekki til í þetta sko. Ég er ekki til í að svarthöfðabúningurinn verið notaður í einhverju klámsenu í porn höpinu í sýndaveruleikanum sko. Ég held að George Lucas verið ekkert sátti við það sko. Þannig að ég held að þetta verið mjög áhugaverið tímar sko, hvernig þetta muni þróa sko. En við erum að fara ánga og þetta verið rosalega gaman. Fyndið að við skulle minnast á svarthöfða í einhverju svona klámsinu þegar ég seti í svona sýndaveruleika Oculus grúpu á Reddit og þá var að segja bara það eru sýndaveruleikin og þetta er komið út í eitthvað bull, ég er komin bara í eitthvað rugl það er svona sýndaveruleika heimur sem ég man ekki alveg hvað heitir sem er svona leikurinn í Oculus og það var að sína svona POV af gæja sem var í sýndaveruleikanum og þetta var svona eins og svona
strippstafur nema allir strippar nú eru strekk og svo var eitthvað skrítin tónlist í gangi, það var allt og fyndið að sjá frá það sko. Já, það náttúrulega er fáránlegt að segja það en klámiðnaðurinn er komin þangað í sýndarveruleika og það er verið að skoða það að tengja saman sko sýndarveruleika og svona hjálpartæki ástalífsins og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er alveg, þú veist, þannig að Zuckerberg er eitthvað tilgerðið núna en klámiðnaðurinn er löngu komin það er alveg fáránlegt sko. Sama hvort þú fílir svona strekk klámi eða eitthvað annað. Microsoft og Sony og þú veist, það er allir núna að reyna að gera þetta og reyna að fara en svo spurning bara hvort að sé ykkur komin lengra heldur en Facebook sko, HoloLensið sem að Microsoft gerði sem er augmented reality, sem er eiginlega besta augmented reality headseti sem að hefur verið komið. Getur sagt þú hvað augmented reality er? Já, sem sagt virtual reality er sýndarveruleiki og þá ferðu inn í heim sem að er alveg immersive í kringu þig. Augmented reality, AR eða viðbættur veruleiki er eins og ég set hérna í þessu fundarherbyggi og myndi setja á mig augmented reality gleru að þá gætur hlutir byrst hérna á borðinu fyrir frama mig, einhverju takkar og einhver lítil tré og einhverju kallar og á veggjónum getur bara verið einhver sjónvörp og þú væri ekki á staðinum en ég myndi bara sjá þau í gegnum viðbætta veruleika glerun. Við getum lýst þessu þannig, við erum hérna sitjandinni og við setjum allir okkur gleru og svo erum við með svona smá stjórntæki og svo sjáum við hérna frammi, fullt af geimverum koma hérna inn og er að fara að ráðast á okkur og við erum með svona laserbyssur í augmented reality og við förum að skjóta geimverunar sko. Þannig að óraunveruleikin blandast inn í raunveruleikan, þannig umhverfið okkar er hér en það er svo superimposað hérna, það sem að hönnurinn vill sko. Já, ég var svo heppinn ég fekk að prófa 2016 Microsoft HoloLens þegar það kom. Það var mjög gaman sko. Já, trúið því. Þetta er áhugavert. En líka það verður spennandi að sjá hvernig það þróast á næsta árum. Líka eins og með hann á Metaverse þá er alveg verðt að nefna þessa NFT-sprengju sem er búin að vera núna sko. Að það er hérna þessi non-fungible tokens eins og hann var að segja ég myndi útskýra fyrir notendum að það er þá sérðu bara fyrir eins og Mona Lisa málverk að bara til eitt stykki henni það er bara originalinn og það er þetta NFT þú ert bara með búin að skrifa eigendaskiptin inn í bólkakeðina og búningar þú kaupir búning eitthvað staðar í metaversinu og hann er bara skráður sem NFT þú getur verið að kaupa land líka í metaversinu eins og við vorum að tala áðan og land er búið að vera að hækka rosalega mikið í verði í þessu metaversi hvort það verður svo eitthvað svirði í framtíðinni það veit maður ekki sko Já, við erum náttúrulega að sjá það að eins og í leikjaheimunum að það er til dæmis í Warcraft að þú getur verið að vinna þér upp sem karakter og svo kannski eftir mörg 100 klukktíma spilinu þá nærðu í eitthvað svakalega öflugt sverð í þessum leik og þú getur selt þetta sverð fyrir raunvirði á eBay einhvers staðar og búið til peningur og það eru fyrirtæki sem eru bara í þessu að þjálfa upp karaktera sem þeir selja fyrir aðeila sem mann nenni ekki að þjálfa hann upp til þess að vera alltaf sterkir og góður í þessum leikjum og já, maður sér það líka náttúrulega í þessu leikjum sem eru fríir en þú ert alltaf að borga eitthvað þú ert með búningarna og upgrades og svona sko, að liða tilbúið til þess að borga raunverulega peninga til þess að kaupa sér einhverja virtual húfu á karakterinn sko. Já, nákvæmlega og eitthvað skinn og eitthvað svona dóttir í sko. þannig að tekjumótilið er orðið svo öflugt í þessu sko. Leikirnir sjálfur, þeir geta verið fríir en þeir eru að græða miklu meira á hinu eitthvað sem kostar $1-2-3 sko. Og en svo eru með 1.000.000 mann sem eru að kaupa $1-2 á hverjum einstu svo er þetta alltaf að kaupa Ég er búin að eyða yfir 30 skall í Fortnite sko. Bingo, reyndæmi hér eitthvað að þið fór í bróðum en samt en já, við getum verið að tala um í allan dag þetta er orðið bara krypto-podcast nýtt podcast það er smá útskýring á NFT og þessu metaverse-tæmi og það er allavega komið í þessu já, nákvæmlega og 18-19 þannig að vitið við allt sem þarf að vita
til að vera successful in life. Mér langar bara að hvetja alla til að taka bara upp síman núna, sækja appið í App Store eða Play Store og ef þú ert fyrirtækjarekstri, senda bara tölvupóst á frans@audio19.is og segja hei, ég vil koma á kynningu hjá á Grand Hotel og borða góðan mat og fræðast torgið. Bingo, vel gert, það var gott hérna. Er ekki, ef við taka hérna ádrói, hérna, hvað finnast það sem þið lendi í ykkar starfi? Já, ég ætla að fara í það næst. Ok, ég ætla að skella á þetta. Nei. Skella á búm. Í markasetningu þá? Nei, bara bara í starfið bara. Sko, ég man eftir einu, hérna, það var, fekk nokkra influensara til þess að vera hérna að auglýsa þjónustu. Og þar kom einn influencer sem að kalla sig Pétur Jesú, tónlistarmaður og hérna áhrifavaldur og hann bjóð til svona mini Hollywood kvikmynd á þjónustunni. Það var hérna með hann alveg hérna, þetta var bara svo Star Wars mynd sko, með alveg músikinni og með kreditlistanum og öllu og svo kom hann inn og bjóð til einhverja senu sko sem var bara eins og úr einhverju Hollywood bíómynd. Það var samt bara að vera að auglýsa veitingastað sko. Og hérna það var alveg hilarious sko. Já, það er að sjá slip. Sko, mér dettur eiginlega ekkert í hug sko, nema bara náttúrulega þú veist, þegar maður er að stofna sitt eigi fyrirtæki að þá man ég bara eftir bara mörgum klukkutímum með Inga á kalt skrifstofunni að sprella sko. Það var nú ekki oftar en það hérna Ingi var alltaf bara fyrir hérna Instagram story og YouTube hérna vloggin okkar, þá var hann bara farin úr buksunum af því að það var það sem áhörundu vildi sjá sko. Þannig að það er svolítið fyndið sko. Þannig að ég geti séð það allt á YouTube síðan Ice-Cold sko. Já, tekja á því. Núna, farin að taka upp síman ykkar. Herriður snildin einn, þá bara hérna þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir boðið. Takk fyrir konuna. Takk fyrir konuna. Og helgi og gleðileg jól.